Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi þá í frjálsar íþróttir og línun komin hann Guðni Valur Guðnason, kringlukastarinn mikli sem tók þáttinn mitt núna á sínum fyrstu ólympíuleikunum og já, komdu blessa og sæll höfðingi. Já, komdu sæll og blessaður. Hvernig hefurðu það? Ég nú bara ljómandi fínt. Já, þú ert búinn að jafna þig eftir ævintýrið í Ríó? Já, maður fljótur að jafna sig meðan maður er svona ungur. Já, og hvernig var að taka þátt á þessum ólympíuleikum? Það er náttúrulega bara mjög gaman. Það er svona, kannski ekki tækt að lýsa því beint, en það er æðislegt að vera með nokkur þúsund manns að fylgjast með manni meðan maður er að kasta. Já, nákvæmlega. En þú kemur svolítið eins og þrum á heysku í lofti inn á þessa ólympíuleika. Já, það er ekkert langt síðan þú byrjaðir þannig sé í kringlukasti að ykkur viti eða það? Nei, það er rauninni kannski, það er eiginlega akkurat 2 ár núna síðan ég byrjaði í kringlu, sko. Það var allt, sko, Norðurlandamótið þennan 19 ára yngri fyrir 2 ára sem var í Noregi. Þá, ég æfði mig aðeins í kringlu fyrir það. Ég var valinn til þess að keppa því í kringlu og kúlu, sko. Það var aðalega kúlu. Já. Og þá æfði mig aðeins í kringlu og kastaði þá 1,75 kíló kringlunni rétt 50 metra, rétt rúma. Já. Og þannig að þá hefur þú svona áttaðið að þú gæti náð lengra í sportinu? Já, og náttúrulega, lág sérlega vel fyrir mér, sko. Ég bara var ekki bara að æfa neitt og kastaði bara mjög vel. Já, nákvæmlega, einmitt. En þú lést ekki nægja að keppa ólympíuleikunum, heldur fórstu bara svo beint til Finnlands af ólympíuleikunum að keppa Norðurlandamóti 23 og yngri? Já, ég langaði til að fá eitt titil í svona ferilskránuna mína. Já. Og ég náði því, mjög sáttur. Þetta var mjög hörð keppni, sko. Þetta voru eiginlega bara bestu í Evrópu. Vantaði bara einn í mínum aldursflokki. Já. Og hann var ennþá við Ríó. Já, nákvæmlega. En þú kastaði hérna 61,01 metra og ég átti 2 bestu köstin í allir keppninni. Já. Þetta er náttúrulega, maður er sáttur við það, sko. Ég frétti síðan að það hafi eitt kasti verið mælt á vitlausum stað. Já. Sko, ég hélt að það verið lengra, sko. Og síðan kom að það var bara 59,15, en ég náttúrulega geta ekkert gert í því, sko. Það var ekki neitt að taka þetta upp og þannig kannski var þetta rétt, kannski var þetta vitlaust. Já. Við verðum bara að segja þetta sé rétt. Já, einmitt. Nákvæmlega. En svona í sumar, svona áður en þú komst inn á ólympíuleikana, það er náttúrulega, þú fegst þessa fréttir, er það ekki svona svolítið seint og síðan með svona áður en þú varst komin inn? Jú, þetta var held ég 11. júlí eða 12. þá fekk ég svona alveg 100% staðfesta að ég væri að leiðin á ólympíuleikana. Já, einmitt. Það var svona, það er mjög fínt. Það er gaman að fá tækifæri að svona smakka á þeim áður en að ég ætla að fara og ná mér í medalíu 2020. Já, það er ekkert flóknara. Nei. Auðvitað ekki. Já, enda 4 ár til stefnu. Já. En þú greinilega áttu framtíðina fyrir þér og hvernig er svona undirbúningur eins og fyrir Ríó og fleira, hvernig ert þú að æfa þig? Þetta er náttúrulega bara að æfa kasta hrikalega mikið. Það er bara að ná tækninni betur. Ég er ekki ennþá búin að æfa nógu vel eða nógu lengi til þess að vera komið tæknina tipp-topp. En ég er nógu sterkur og nógu hraður til þess að kasta langt, þannig að ég get kasta langt án þess að vera með akkurat þess að punkta í tækninni. En ég beti bara að lyfta mikið og kasta mikið. Já, nákvæmlega. Og hverjir eru svona helstu þjálfarnir í kringu þig? Það er Pétur Guðmundsson, Íslands methafi í kúluvarpi. Já. Hann er bara aðal þjálfarinn minn. Þannig að hann fylgir þig vel eftir? Já, hann er kast og svona lyftingaþjálfari bara. En svona fyrir utan því sjálfan í Ríó, fylgdist þú eitthvað með öðrum keppendum eða fórstu á einhverja viðburði þarna sem voru í boði? Við fórum, maður sjá, hvað var aftur? Við horfðum á úrslitin í kringlunni. Já, sjálfsögðu. Og síðan við fórum á 2 körfuboltaleiki. Já.
fórum á Bandaríkin Króatía held ég, mistum af fyrir hálfleik, við vorum í vitlausa rútu. Já. Vorum í klukkutíma í rútu og síðan vorum við á Bandaríkin Serbía líka, þetta ríkilega skemmtilega leikir. Já, hann að þú hefur náð 2 hörku leikum hjá Bandaríkjamönnunum. Já. Já. Og síðan horfum við á seinasta sundi hjá Eigló, það sem var lent í setta setti, minnir. Já, nákvæmlega. Frábær árangur þar á ferð. Já, mjög flott. Já. En, svona að fylgjast með eins og Bandaríkjamönnum, ekki alveg tróðfullt þetta bandaríska körfuboltalið, það ekki svona, menn eru svolítið eldast við það? Jú, sko, þetta svona náttúrulega allt NBA leikmenn en það var samt ekki svona, stemningin var svolítið svona hinum megin, sko, fólk var fyrir ekkert að halda með Serbíu heldur en Bandaríkjamönnum, sko, í allavega stúkuna, það var bara smá sem að held með Bandaríkjamönnum, allir hinn sem voru Serbíu megin, sko, sem er svona skemmtilega því það minni líkur eða vinni. Þannig að það var alveg svona fín stemmingana, sko. Og var þá einhver sérstakur leikmaður sem þú varst svolítið að renna hýru augu á? Nei, mér var eiginlega alveg sama. Já, bara að fá að upplifa að fylgjast með þeim? Já, bara gaman að fara á svona körfuboltaleik bara sem að eru svaka lið að spila. Nákvæmlega. En, Guðni, hvað tekur núna við hjá þér? Nú er svona mótatímabilið að svona nokkuð að klárast. Hvað er svona framöndan hjá þér í vetur? Það er bara, ég ætla að vinna, ég þarf að klára sveinsprófið í rafvirkjanum. Síðan er það bara lifta og ekki meðast. Já, nákvæmlega. Þannig að þú passar þig að fá ekki straum hérna í rafvirkjanum? Nei, það væri leiðilegra. Það væri leiðilegra, nákvæmlega. Það er bara, já. Valur... Ekki meðast er tipptopp hjá mér núna. Já, það er bara þannig að þú passar þig vel. Já, ég var... meittist í fyrra, sko. Já. Ég tók hann á hafn bara rétt eftir að uppbyggingatímabilið byrjaði og síðan beint í kjölfaraði því þá meittist ég nára, þannig ég gæti ekkert kasta hana í mjög langan tíma seinast að uppi, þannig sem er komið vel út miðað við þetta. Þannig að þú ætlar að sleppa við þessi blessuð miðsl alltaf. Það er náttúrulega svolítið atriðið það ekki í kasti, það er mjög auðvelt að miða sig. Jú, það er svona, það er þetta ekki í köstunum sem menn er að meða sig, það er í liftingunum og svona sprettum að þessu, sko. Maður náttúrulega að vera ríkala hraður og léttur á sér þótt að maður sé ríkala þungur. Nákvæmlega. Guðni Valur Guðnason, Norðurlandameistari í kringlukasti 23 ára yngri, til hamingju með frábæran árangur. Já, þú varst ekki eini Íslendingur sem náður að vera hérna Norðurlandameistari? Nei, hún Arnarstafenni var ríkala flottan út við. Og náður að fylgjast eitthvað með henni í grindahlaupinu? Já, ég horfði að þetta, það var svaka flott hlaup hjá henni. Nákvæmlega. Bæti kom hana sekundu. Já, nákvæmlega. Og hefði getað náð ríkala langt á öllu mótum sem eru búið í sumar ef hún hefði hlaupið alltaf á þessum tíma. Já, nákvæmlega. Guðni Valur Guðnason, bestu þakkir og gangið sem allra best og ekki fá straum. Já, takk fyrir það, ég skal reyna það. Bestu þakkir. Já, bye. Já, nú það í frjálsum íþróttum í bili. Þið getið fylgst með Guðna Val inn á Facebook. Hann er með Facebook síðu sem er einmitt Guðni Valur að mig minnir á hún hétt. Þó ég sé nú ekki með það fyrir fram að mig núna. En meirinu það líka einnig inn á fri.is. Það er náttúrulega fullt framundan í frjálsum íþróttum þó að tímabili sé svona í það mynd að klárast. Það er bara kastmót á morgun á Laugardalsvelli, hefst klukkan 6. Það sem keppt eru spjótkasti, kringlukasti og sleggjukasti og svo er núna á miðvikudaginn Coca-Cola mót FH í Kaplakrika, það sem keppt eru stangastökki kalla og kvenna, langstök kvenna og sleggja stúlkna og svo er MI meistaramót Íslands öldunga haldið á Selfossvelli núna næstu helgi á laugardegi og sunnudegi og þetta hefst báðu á dagana klukkan 11 og líkur mjög snemma dags og síðustu greinan er keppt í 10:02 báða dagana. Svo er einnig meistaramót Íslands í 5.000 og 10.000 metra hlaupi á braut á Selfossvellinu á sama tíma samhliða MI öldunga og það verður núna helgina þar á Selfossi og svo fjölþróttamót Breiðabliks, það er einnig framundan á laugardaginn og hefst á Kópavogsvelli klukkan 10 á laugardaginn. Nú það er bilið, við ætlum að fara núna yfir í enska boltan, hann er í fullum gangi og enski aðdáandinn frá Íslanda þessu sinni er hann Magnús Helgi Sigurðsson, framherji Árborg í 4. deild karla. Já, og markaðisti leikmaður þeirra einnig
og við heyrum í honum hérna hljóðið eftir skamma stund. Man nú ekki alveg með hvaða liðin síðast, ég vissi að held hann með Sheffield Wednesday og svo held hann einhvern tíma með Aston Villa, það er mjög sterkt lið sem hann heldur með, en hann verður hér innan skams hér í spjalli, farið ekki langt. Fylgstu með á Facebook Sportátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli.